Sæl og blessuð. Sæll og blessaður. Velkomin. Hvernig finnst þér að vera hérna í dag? Mér finnst það æðislegt. Ég hef setið margar ráðstefnur og svolítið gaman að vera hérna. Þetta er jákvætt og inspirerandi og þannig að það er bara geggjað. Man læri mjög margt hérna, sko. Já. Ég líka tók eftir því áðan þegar ég var að labba hérna. Alltaf hugsaði mér, heyrðu, ég er bara með eldra fólkinu hérna. Já. Fyrst var ég svona pínlítið hvað er svona ég herði það er enda mjög gott, sko, því að það sýnir okkur bara að sjálfbærni er framtíðin, sko. Já, vonandi. En aldur er afstæður. Aldur er afstæður. Og það er ekki að þetta hengja sér alltaf í tíman, sko. Það er eina svona sem hefur verið mitt áhugjefni út. Nú hef ég verið að reyna að benda á það hvað er astnalegt að henda mat. Búin að vera að gera það í meira en 10 ár. Og við erum ennþá að gera það, sem er eiginlega svolítið galið, sko. Þannig að þú sér þá 10 árum, eftir 10 ár verð ég örugglega orðin eldri en þú ert núna, sem sagt eldgömmul. Og þannig að það er ekki búið að breytast ennþá meira þá. Þannig ég bara, út í hér inni, sitja ekkert nema leiðtogar. Og ég set hendurnar, það er alltaf verið að tala um við. En þetta er ekki bara við. Út af því að það eru auðvitað við, hérna, almúgin, út í samfélaginu. En svo er það leiðtogarnir sem að velja allt fyrir okkur. Leiðtogar vestlana velja hvað við höfum valum að kaupa. Leiðtogar stjórnsýslunar velja það hvernig landið er rekið og hver ræður hérna. Leiðtogi heimilana, sá sem ræður á heimilinu, hann ræður hvað er keypt inn og annað. Þannig að ég tek bara undir það sem sumir hafa verið að segja hérna í dag að það þarf rosalegt og miklu meira hugrekki, það þarf að stíga út fyrir alla svona ramma, það er alltaf verið að tala um hérna hringrásarhagkerfið, en ef þú ert kassalagur leiðtogi, þá náttúrulega fyttaru fyrir að fyrst ekki þangað inn. Og þannig að það er alla hugsunarbreytingu. Mér fannst einmitt gaman að því sem hún Halla var að tala um mennskuna. Og þetta tengist í henn. En sko, svo er líka eitt af því sem ég lærði áðan og var alltaf sjokkarður yfir þó ég svona kannski hefði átt að vita það að við vorum að brenna meira jarðefnaeldsneyti síðasta ára en áður. En það merkilega að maður tekur heiminn í heild sinni, þá eru tíðindi ekkert svo slæm. Við erum það bil að ná toppnum í bruna jarðefnaeldsneytis og aðalmálið þá bara að hversu hratt tekst heimsbyggðin að draga það niður að hlutleysi. Og þá komum við þessum leiðtogum hérna, því að við höfum fullt af góðum fyrirtækjum í Íslandi sem eru að vinna í þessu. Fyrirtæki sem í föngun og förgun sem við finnst alveg frábært að gera. Absolutt. Og hérna, þannig að það er ekkert allt bara slæmtíðindi. Sko. Nei, og þetta með bensín, það hlýtur líka, sko í stóru myndin, maður má ekki alltaf, maður þarf að taka margt inn í myndina, það er náttúrulega rosalega mikið að ferðamönnum hérna, þeir eru, þú veist, kannski fleiri en voru á síðast ári sem eru allir á bílaleigubílum, það er einhver ótti við að vera á rafmagnsbílegur túristi, þá heldur að þú verðir rafmagnslaus í Ártúnsbrekkunni og komist ekki lengur, þannig að þarna þarf líka bara að taka alvöru breytingar og ég hef ekki séð ennþá allavega ekki víða leiðtoga sem að sko mér finnst, ég er að vinna sjónvarpsseríu kvenleiðtoga sem að ríkti hér á Íslandi, það er kannski ekki að nefna hana nafni, það er hún Vigdís Finnbogadóttir, er búin að vera að stúdera hana í mörg ár og það sem hún stóð helst fyrir var að hún braut hefðir og venjur og ég býð ennþá eftir því að sjá eitthvað sem að brýtur venjur og hefðir. Ég veit að, þú veist, ég fer á marga fundi og það er sagt svona, já, við einu sinni var þetta alltaf gert svona en nú erum við að gera þetta svona. Þú veist, ef ég kem með einhverja hugmynd eitthvað og þá er sagt, neða, það er ekki vaninn fyrir að gera þetta svona. En það er einmitt það sem að sko, eins og hefur komið fram ítrekað þetta, sko, við erum að lifa stærsta breytingaskeið mannkynssögunnar. Og þetta er frábært tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt og hugsa eitthvað nýtt og fyrir þá sem að þora að hugsa eitthvað nýtt. Já, og að gera og það getum við öll tekið hérna í lokin til okkar að eftir ég fór að berast fyrir vitundavakningu matarsóun, þá er alltaf verið að stoppa mig í búðun og segja frábært hjá þér, hérna, ég er alltaf að reyna að taka mig á, ég er alltaf að reyna að benda fólki að það er ekki að gera mér persónulega greiða, ekkert sérstaklega, sko. Þetta er fyrir kannski komandi kynslóðar fyrir okkur öll og ég held að við þurfum að fara að hugsa svolítið meira þannig að þetta er fyrir okkur öll. Takk fyrir. Takk fyrir.